Við skulum fara í fyrsta kapítulan í fyrsta Jóhannesarbréfi og þar lesum við frá 9. versi. Ef vér játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans ekki í oss. Så þetta mjög alvarlegt. Þetta snýst hvað við verðum að kjósa, við þurfum að velja. Og þegar við veljum Jesú Kristi sem okkar drottinn, okkar frelsara, þá hljótum við fyrirgefningu. Við njótum náðar Guðs og okkur gefið eilíft líf. Svo segir í 5. kapítula þessara sömu bókar, það fyrsta Jóhannesarbréf, 10. vers og áfram. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara. Og þeir sem ansa þess ekki, skeita engum, þá gjörum við Guð að lygara. Af því að hann hefur ekki trúað á það vitnisburð. Þar segir sá sem bregst hann við, þessari náð Guðs, sem Guð hefur vitnað son sinn. Svo segir, og þetta vitnisburður, að Guð hefur gefið oss eilíft líf. Þetta Guð faðirinn. Og þetta líf í syni hans, það Jesús Kristur. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki hefur soninn á ekki líf. Hér verður að tala eilíft líf, eða eilífan dauða. Það annað hvort, en valið okkar vinir. Þá það Mattheus 12. kapítuli. Nú það Jesús sem mælir. Frá 30. versi, hann segir hver sem ekki með mér á móti mér. Og ekkert hlutleysi hér. Og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Þess vegna segir yfir, hver synd og guðlastur verður mönnum fyrirgefin en guðlast gegn andan, það gegn heilugum andan, verður ekki fyrirgefin. Hverja sem mælir gegn mannsinninu verður það fyrirgefin. Hvað sem við segjum Jesú Kristi, himinin býður upp á fyrirgefningu fyrir það. En svo segir, en þeim sem mælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefin, hvorki þessum heimi né í heim komanda. Hér þessi svokallaða, þetta synd, sem ekki fyrirgefin. Vegna þess að það heilags anda að leiða okkur til krossins, til Krists, til að meðtaka fórn hans, friðþægingu, frelsarans, okkur til handa. Og þegar að við látum ekki leiðast af heilugum anda til þessa, þá drífur syndin ekki heilugum anda. Það engin önnur leið sem himinin hefur okkur til frelsunar en Jesús Kristur. Nú komum við aftur að því hvað það mikilvægt að kannast við Jesú Krist og allt það sem hann og hefur staðið fyrir okkur til hjálpar. Í öðru Þessalóníkubréfi, í 2. kapítula, segir Páll postuli og þetta frá 9. til 12. vers, það segir að lögleysingin, og lögleysingin auðvitað óvinur Guðs og manna. Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans og hann vinnur í gegnum hvern sem til að vinna gegn Guði eða okkur til tortímingar. Lögleysingin kemur fyrir tilverknað Satans með miklu krafti, lyga, táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast. Af hverju? Af því þau veitt ekki viðtökum og elskuðu ekki sannleikann, svo að þeir mættu verða orðnir. Svo að við þá leifum óvinur Guðs og manna að hafa áhrif á okkur til þess að kæra okkur kollótt þessa prédikun og boðun sem felur í sér að viðurkenna að við séum syndarar. Ég hef komist að rauna það í gegnum mitt ævistarf, þetta að verða, það hálf öld sem ég hef verið við að boða. Ég hef rætt við marga og það sífellt fleiri og fleiri nú til dags. Segjum, kannast ekki til að þeir séu syndarar. Hvað synd? Við viljum ekki viðurkenna að þeir séu brotlegir. Erum við ekki bara ágætis fólk, segja sumir. En það bara ekki nógu gott að vera ágætis náungi. Nei,
við þurfum að viðurkenna að við erum brotleg í þörf fyrir frelsun og frelsara. Svo segir, og þetta áframhald í öðru Þessalóníkubréfi öðrum kafla, þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginu. Þetta það orðalag sem mörgum finnst erfitt að kyngja. Guð sendir bara blekkingu til manna? Nei, hann gerir það ekki. En þegar við kjósum hann ekki, þá selur hann okkur á vald þess að við kjósum að fylgja, að þjóna. Það er það sem felst í þessu. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi lyginu. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ranglæti. Sjáu þið, þetta snýst val. Og Guð þvingar aldrei neinu upp á okkur. Förum yfir í Mattheusar guðspjalli í 16. kafla, 26. versi. Þar segir drottinn, hvað stoðar það manni að eignast allan heiminn og glata sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sinni? Ætti þetta ekki svolítið við í dag, þegar tíðarandi snýst græðgi og hafa sem mest á kostnað annarra? Svo hvað stoða það? Að ávinna allan heiminn ef að við glötumst. Nikodémus var tvístígandi. Hann hafði komið auga á frelsarann. Hann hafði hlustað á hann en gaf sig ekki fram. Ekki björtu. Að næturlagi, segir í ritningunni, þá kom hann að tala við Jesú. Hann hafði njósnað hvar hann væri að finna. Og hann gaf sig að tala við hann undir stjörnu himninu og spurði, ert þú sá sem kom að skal eða þú hlýtur að vera frá Guði sendur, öðruvísi gætir ekki gert öll þessi kraftaverk. Og hann var á góðu vegi að kannast við frelsarann. Hann vildi ekki láta aðra heyra eða sjá. Svo hann var tvístígandi. Pétur guggnaði þrátt fyrir að ganga með Jesú í 3,5 ár. Á úrslitastundu þá laug hann til þess að valda sjálfur sér ekki meiri óþægindum með því að kannast við frelsarann. Það ekki margir í dag í raun og veru sem kannast við Jesú Krist. Og þá á ég við og tekur mark á öllu því sem hann boðaði og kendi og tileinka sér það í daglegu lífi. Jæja, Páll postuli, áður en að gerðist postuli Jesú Krist, þá barðist hann gegn Kristi og kristnum og kom því til leiðar að sumir kristnum voru teknir að lífi fyrir trú sína. Sjálfur var hann tekinn að lífi seinna eftir hann hafði játað trú á Jesú Krist sem frelsara sinn. Gyðingar tóku Jesú Krist að lífi. Þeir biðu með óþreyju eftir Messíasi. Þeir vissu spádómarnir höfðu uppfyllst fram að þessum tíma að Jesús gekk þar á meðal þeirra. En þegar þeir sá hann, þá vildu ekki kannast við hann. Við mennirnir, við gerum okkur sjálfum oft svo erfitt fyrir þegar við ríghöldum í einhverjar fyrirfram ákveðna skoðanir og svona á hann að vera eða þannig þegar hann opinberast honum meðal manna, héldu þeir.